Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og til mín mættur í sjávarútvegsspjallið í kvöld Kjartan Sveinsson, nýkjörinn formaður Landssambands smábátaeigenda og ég ætla nú bara að byrja á því Kjartan að óska þér til hamingju með kjörið og hvernig líst þér á núna í nýja starfinu? Já, þakka þér fyrir það. Þetta það er alveg ótrúlegasta fólk sem hefur verið að senda mér skilaboð og óska mig til hamingju með kjörið og þetta mikill áfangi fyrir mig, sko. Hvernig líst mér á starfið? Bara mjög vel, en það fer af stað með látum. Ég búin að vera alveg á haus bara síðan að ég tók við keflinu á laugardaginn. Já, á föstudaginn. Og búið að Já, maður svona að reyna að krafsa sig fram úr þeim verkefnum sem framundan sem eru mörg, sko. Þau eru bara alveg svakalega mörg. Og ég nú alveg staðráðinn í því að halda góðu starfi Artúrs áfram. Já. Við eigum honum ansi mikið að þakka við smábátasjómenn. Hann náttúrulega búinn að vera nánast tengdur Landssambandi smábátaeigenda frá stofnun og átti stæðstan hlutin í því að stofna Landssamband smábátaeigenda. Og svo hefur hann bara staðið vaktina með alveg ótrúlegri staðfestu og ég held að það sé alveg hægt að fullyrða það að ef það var ekki fyrir Artúr Bogason þá varu smábátasjómenn töluvert færri á Íslandi ef að þeir væri þá nokkrir yfir höfuð, sko. Þannig að hann búinn að berjast fyrir okkur alveg með kjafti og klóm í 40 ár. Það má með sanni segja það. Það má með sanni segja það og ég tek bara við keflinu af honum með mikilli auðmýkt. En að samaskapi ég verð nú kannski ekki 40 ár í þessu starfi en stefnan hjá mér náttúrulega svo, sko. Ég eftir 30 ára þá langar mig bara til að vera trillukall áfram. Og þannig að ég þarf að standa mig í stikkinu ef að ég ætla ekki að missa þetta úr höndunum á okkur smábátasjómennum, sko. Og það náttúrulega fleiri sem að koma til og ég mjög ánægður með stjórnina sem ég með mér, rosalega öflugt fólk. Hvaða menn eru með þér í stjórn? Hvað þetta stór stjórn? Þetta 16 manna stjórn. Já. Og það eru þá bara fulltrúar frá öllum svæðisfélögunum 16. Já. Og það bara hringinn í kringum landið. Ég meina það Djúpivogur og það er Snæfellsnesið og Vestfirðir og austur, vestur, norður og suður, sko. Já. Og ég reyndar alveg sérstaklega ánægður með varaformanninn, það er Bjarni Reykjalín frá Grímsey, alveg rosalega öflugur drengur, ungur strákur, veit ekki alveg hvað hann gamall, alltaf hann sé ekki svona 25 ára eitthvað þar í kring, hefði ég giskað. Mjög vel að máli farinn, kraftur í honum og Ég þarf að fá hann einhvern tímann í spjall ég myndi gera það og þetta er Grímseyingur í húð og hár. Já. Og það er nú frábært fólk úr Grímsey. Já, það heldur betur. Og eru náttúrulega aldir upp við dálítið annað umhverfi heldur en þeir sem eru á mölinni, eins og maður segir, á höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel bara í borgum og bæjum hringinn í kringum landið. Já, heldur betur. En það skiptir öllu máli að vera með gott fólk í þessu baráttu og við vitum það nú að það eina sem að kemur til með að halda okkur smábátasjómunum í þessari baráttu áfram að það er samstaðan. Já. Og það er náttúrulega verið að vinna í því leynt og ljóst í allar áttir að splundra samstöðunni. Alveg sama hvort að það sé í sambandi við einhverja svæðaskiptingu, A-svæði á móti B-svæði, í gráslöpunni kvóta sinnar og andstæðingar, byggðapottamálin í allar áttir, sko. Já, línuívilnun á móti strandveiði sjómönnum og þetta. Við eigum bara öll að vera í sama liði og erum í sama liði og En nú er eitt með þessa byggðakvóta sem er kannski rétt að við ræðum aðeins
nú farið að nota þessa byggðakvóta mikið á stór skip. Já, þeir hafa ratað í stórútgerðina í svolítið stórum stíl sko, og í auknum mæli og það náttúrulega slæmt. En það breytir því ekki að það eru samt sem áður smábáta útgerðir, litlar útgerðir sem að njóta góðs af þessu. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega, stíga mjög varlega til jarðar þegar við endurskoðum þessa byggðapotta, en það þarf að náttúrulega endurskoða það sko. Og það þarf að sjá til þess að þeir fari þar sem að þörfin mest, vegna þess að það náttúrulega hugmyndin á baku þetta. Þetta eru náttúrulega það náttúrulega byggðakvóti og svo sérstakur byggðakvóti. Og sérstaklega kannski fyrir þessar svokölluðu brothættu byggðir. Já, og svo hangir það oft svolítið á sömu spýtunni og það var alltaf eitthvað að tala um það að til dæmis afnema línuívilnun, bara leggja hana af og kemur eitthvað blaður að það sé bara barn síns tíma og eitthvað svona. Við fáum alveg ótrúlega mikið fyrir þessa línuívilnun vegna þess að þetta eru smæstu og brothættustu útgerðir í smæstu og brothættustu byggðum landsins sem að njóta góðs af þessu. En sko ef þú tekur hana af þá geta þær útgerðir ekkit staðið við sína samninga gagnvart byggðastofnun og byggðakvóta. Þannig að það fer líka frá þeim. Þannig að þetta væri sko þá fara þessi dómin og kubbar að velta hvorum öðrum niður sko og þannig að þetta er alveg gríðarlega flókið en við verðum bara að berjast fyrir þessu og á þessum aðalfundi að þá komu ansi margar ályktanir út úr því starfi sko. Eðlilega. Og að þegar mönnum það hafa komið tillögur frá öllum landshlutafélögum. Já. Þeir hafa allir verið með einhverja tillögur. Já. Og til bóta fyrir sig og sitt svæði. Já, og heildina sko. Og heildina. Já, svo kosuðum þetta, þannig að þetta er allt mjög lýðræðislegt sko. En fjöldin af ályktunum kannski sýnir það hvað gróskan mikil. Já, hvað gróskan mikið og hvað mönnum liggur mikið á hjarta. Já. Þetta skiptir, sko, að því að við smábátasjómenn, við erum náttúrulega bara að berjast fyrir sko, okkar tilverurétti og við erum að berjast fyrir því að bara fá að hafa lifibrauð af þessum smábátum sem eru okkar atvinnutæki sko. Jú, en sko lifibrauðið eins og þetta í dag, sérstaklega hjá strandveiðisjómönnum, ekki allt árið. Nei, það er ekki hægt. En svo kemur náttúrulega allt þetta hitt og það er náttúrulega margir sem að fara á ufsa og það er margir sem að veiða byggðakvóta þar sem að það er hægt og svo þessi línuívilnun og hitt og þetta. Þannig að en enga síður þá er mjög erfitt að byggja upp útgerð á heilsársgrundvelli með smábát. Það er erfitt. Og stefnan náttúrulega bara tekin á það að auðvelda það og gera þetta vænlegum kosti sem atvinnutæki sko. Það verður engin ríkur á smábát. Nei, en sko ef að menn fá 48 daga á minnstu bátunum á strandveiðum, hafa svo kannski grásleppuleyfi sem getur veitt 30, 45 daga eitthvað svoleiðis. Þá væri komin aðeins meiri grundvöllur undir þessu og svo einhver byggðakvóti og sérstakar byggðakvóti. Þá ertu búin að laga hlutina töluvert. Þá ertu komin með ákveðin rekstrar grundvöll til þess að byggja upp heilsársútgerð. Þá ertu komin með rekstrar grundvöll allavega í 6-7 mánuði. Já, og svo við tali nú ekki ef að ég ætla að fá að lesa fyrir þið eina ályktun úr landsfundunum vegna þess að þetta er svolítið spennandi mál og það var bara fyrsta mál á dagskrá hjá okkur og það var tilboð til stjórnvalda og ályktunin hljómar svo: aðalfundur LS gerir stjórnvöldum tilboð í 30.000 tonn af þorski veittum utan strandveiða og greiði fyrir það 4 milljarða.
greiðslan drægist af bátum við löndun á fiskmarkaði eða gegnum fiskmarkaði fyrir meðafla greiðist 25% af nettó verðmæti. Þannig að þannig erum við að gera hérna stjórnvöldum tilboð í 30.000 tónum af þorski og erum tilbúin til þess að greiða 4 milljarða fyrir það. Og það sem að þetta náttúrulega þannig er þetta að tala að leiguverð á ríkinu eru 25 krónur eitthvað svoleiðis pluss önnur gjöld. Já, þannig ef við fáum þetta í gegn þá er þetta komið. Útgerðin grenjandi og var í vor þegar var verið að hækka veiðigjöld upp í 60 og eitthvað krónur. Já, en ég menna trillukallar og konur er að leigja af þeim kvóta á 500 kall þannig að við höfum alveg efna þessu og hérna en það sem að þetta gerir, þetta tilboð að þetta er náttúrulega byggðastefna vegna þess að þetta langstærstu hluti verður veiddur í sjávarplássunum Já, og þetta er byggðastefna í brothættu byggðunum og minni plássun sem hafa mist veiðiheimildir frá sér. Já, en þetta er byggðastefna sem að borgar með sér. Þetta er byggðastefna ekki bara það hún kosti ekki krónu, hún borgar með sér. Jú, en svo þurfi þið að leggja áherslu á það að þetta eru umhverfisvænar veiðar. Já, og það var nú önnur Alþingi ætti og alþingismenn ættu að horfa á það að það er einn þáttur í þessu. Já. Olíueyðsla á hvert kíló er lægst á þessum bátum sem myndu veiða þetta væntanlega mest á króka, línu eða handfæri. Já, það var nú ein samþykktin að ég er að reyna að finna hana, ég man ekki alveg hvað hún var en bara sem sagt að það verði bara græn ívilnun að vistvænustu veiðarnar að það verði ívilnun fyrir þær og auðvitað á það að vera þannig en eins og kerfið er náttúrulega í dag það sem að stóru aðilarnir er að veiða þorran af öllum fiskinum og eru í algjörum forgangi hjá stjórnvöldum það er orðið 70-80% af veitum afla á Íslandsmiðum er veiti í togveiðarfæri. Já, og troll og snurvoð. Já, og að þeim ólöstuðum að þá er bara krókaveiðarnar bara vistvænni og ættu að togveiðar eiga alveg rétt á sér og allt það og það er náttúrulega mjög mikilvægt að veita togara útgerðum svigrúm til þess að þróa vistvænni veiðarfæri og allt það en eins og staðan er núna þeir eru að gera það þeir eru að leggja sig fram við það að ný skip er að koma með meiri niðurgírun og eyða minni olíu og þeir eru að reyna að laga veiðarfærin eins og þeir kunna og geta sem er vel og er bara frábært en við erum samt vistvænni það er bara þannig það er ekkert að þræta fyrir það er ekkert að þræta fyrir það og nú bara núna fyrr í mánuðinum að þá kemur náttúrulega ljós að kórallarnir, íslenski kórallin er komin á válista hann er bara í útrýmingar hættu og það kemur fram í þeirri grein að það eru fiskveiðar sem er stóri skúrkurinn í því Já. Búið að vera í 40-50 ár. Já, en samt situr Hafró þarna og segir bara og bara yppir öxlum og segir við höldum að þetta skipti voðalega litlu máli en þarna fer ekki saman hljóð og mynd það getur ekki verið. Meiri segja harðir togara kallar í gegnum tíðina sem hafa jafnvel aldrei farið á annað heldur en togveðar viðurkenna það að þeir hafi tekið þátt í því að brjóta niður kóral svo væri hægt að toga á svæðum. Já. Og þetta er greinilega ennþá vandamál vegna þess að nú er þessi kórall komin á válista. Hann er bara komin í útrýmingar hættu. Og hann tekur svo mörg ára að vaxa upp aftur. Já. Þetta eru 50 ára prógram. Já, akkurat
þá að svæði sé látið algjörlega í friði. Já, og þetta er náttúrulega bara einn þáttur á mörgum í sambandi við, sko, við kosti krókaveiða og hérna auðvitað eigum við bara að fá, sko, auðvitað eigum við að vera settir í forgang, en við höfum alltaf verið settir í eitthvað. Ég var að stunda netaveiðar og hérna útgerðarmaðurinn skildi ekkit í því akkur ég bað ískilfur. Já. Ég var á netum fyrir austan Vestmannaeyjar í kantinum, en þá notuðum við ískjálfur til að brjóta kóralinn í netunum. Svo já, einmitt. Já, þar hefur það. Hann skildi ekki þetta, það var komið vor og ég var að biðja ískjálfur til að brjóta niður kóral. Já. Hann spurði að því hvort ég væri komin í ís. En þetta nú bara svona til gaman sagt, en auðvitað erum við búin að vera að brjóta niður kóral. Já, og ég menna bara svo miklu leyti að hann er komin á válista, en þetta nú bara eitt atrið af mörgum, sko, hérna það væri nú voðalega gaman að heyra eitthvað frá Hafró, einhverja afstöðu, fá einhverja skýra afstöðu og hérna við leggjum áherslu á það að þetta verði bara svo aðeins rannsakað betur, sko, eða ég veit ekki hvort það þurfa að rannsaka þetta neitt betur, en við verðum bara að fá. Það er óskiljanlegt, Kjartan, að Hafrannsóknastofnun hafi ekki skoðun á því hvaða veiðarfæri best að nota. Já, það er bara. Það krókur, er það snurvoð, eða er það tógveiðar, eða netaveiðar, eða línuveiðar. Þetta er algjörlega ómögulegt að skilja, og þetta skuli gefa sig út fyrir að vera rannsóknarstofnun sem á að ráðleggja stjórnmálamönnum og þeir sem stjórna landinu hvernig eigi að stýra fiskveiðum og stjórna fiskveiðum. Já, og get ekki bara komið með sko afstöðu til ólíkra veiðarfæra og ég meina, sko, það er allt í lagi, ég meina, það er bara fullt af svæðum þar sem er ekkit hægt að nota annað heldur en tógveiðar, og það er bara allt í góðu lagi. Já, það eru sumar tegundir verða ekkit veittar nema að stærstu hluta með tógveiðum. Þú veiðir ekkit rækju í gildrur eða neitt, þú veiðir ekkit humara neinum gagni, eða hugsanlega væri hægt að veiða hann í gildrur, en svo ert að veiða grálúðu og þú ert, það er hægt að veiða hann á línu eða net og það er hægt að veiða með ýmsum hætti, en tógveiðarnar og náttúrulega djúpkarfa og svoleiðis er hægt að veiða á línu eða net, eða uppsjávarkarfa eða úthafskarfa eins og við köllum það er hægt að veiða það í flottroll, en árangurinn er með stór veiðarfæri og stórtæk þegar það er, en þessi stórtæku veiðarfæri hafa náttúrulega gert líka mikla bölvun í þessum stofnum. Já, og aðalmálið hérna er bara að setja vistvænni veiðarfæri í aðeins meiri forgang, sko. Það hefur alltaf verið litið á okkur sem einhverja skiptimynd, sem einhvern afgang. Já. En við krefumst þess að vera bara settir í smá forgang núna, bæði hjá Hafró og hjá stjórnvöldum, sko. Já. En ég meina sko, verkefnin framundan eru ærin, og það er nú allt í uppnámi með strandveiðarnar núna, sko. Það er ekkit auðveld staða komin upp, þótt að við séum búin að fá loforð 48 daga. Sú staða er bara mjög flókin, sko. Og hérna það búið að skipta þessu upp á milli 2 ráðuneyta. Það sem að innviðaráðuneytið sér okkar málaflokki 5,3% pottinum. Jú, en þá verður líka innviðaráðuneytið að fá að hafa aðgang að heildarpottinu til að geta stjórna þessu. Já, það er náttúrulega alveg. Í rauninni þyrfti það að vera. Já, þetta er náttúrulega alveg ljóst. Það er svolítið fyndið að þegar þessi 48 daga loforð, þegar það kom fyrst frá ríkisstjórninni bara senustu jól eða í janúari fyrra, að þá fór náttúrulega SFS á yfirsnúning, sko, og fór að hóta öllu illu, eða fór bara fram með mikinn hræðslu áróður að það yrði sprenging í bátum
og það er sprenging í tonnum. Og það var, ég held að framkvæmdastjórinn hjá SFS hafa nú sagt sko að hún var fann að fabulegur eitthvað 36.000 tonn í þetta. Og svo náttúrulega bara sko því miður að þá náðu ekki að klára vertíðina bæði náttúrulega vegna þess að það hefði verið gott að geta borgað alla reikninga en líka vegna þess að þá hefði við vita hvernig það lítur út og við sögðum strax, sko landssambandið sagði þetta verður eitthvað kringum 14.000 tonn þegar ég var nú formaður Strandveiðifélags Íslands þá, ég sagði ég held að þetta verði 16.000 tonn og þá var það náttúrulega bara miðað við það, sko miðað við hérna daganýtingu 2018 og 19 þegar við fengum að klára 48 daga en miðað við aflabrögð 23 og 24 og þá bara þegar þú rennir þessu saman að þá sérðu það að reikningsformúlan, hún er ekkit 800 sinnum 774 sinnum 48. Það fer eftir öllu. Það fer eftir öllu, sko. En við sáum það líka að ég meina, við stoppuðum hana 16. júlí og þá voru 11.000 tonn komin á land. Þannig ef að við hefðum fengið að klára að þá hefði þessi tala lent einhvers staðar mitt á milli 14 og 16.000 tonn, sko. Og þá vitum við, eða sko, það hefði verið gott að vita það bara, að þetta er bara sú tala sem við þurfum fyrir strandveiðipottin. En ég held að 16.000 tonn, það ætti að duga okkur og við erum búin að finna þau tonn án þess að þurfa að taka það frá neinum. Nei, en í rauninni væri það ekkert ómögulegt. Það er bara fullt af rökum fyrir því að taka þau bara með bara viðbót hreinlega. Bæta bara við í strandveiðipottin. Já, það þarf að bæta í strandveiðipottin. Ég meina sko ég meina bara út fyrir þessi 204.000 tonn sem er ráðlagt. Já, það er nefnilega svolítið fyndið með ráðgjöf Hafró. Ef maður skoðar sko ráðgjöf Hafró og svo skoðar maður hérna útgefnar heimildir samanlagt og svo skoðar maður hérna afla. Að þá fær maður 3 ólíka tölur og það skeikar þarna einhver 10.000 tonn á milli þessara talna sko. Þannig að það er gefið út ráðgjöf það er gefin út ráðgjöf útgefnar heimildir eru langt fram yfir ráðgjöfina og afli í land var í fyrra eitthvað cirka 10.000 tonnum yfir ráðgjöf. Jú, en svo bara horfið maður á þætti eins og í nóvember á síðasta ári þegar Bjarni Ben er búinn að taka yfir sjávarútvegsráðuneytið, þá gefur hann út djúpkarfakvóta upp á 3.800 tonn og það heyrist ekki bofs í Hafró þó þeir hafi ekki lagt til, þeir lögðu til 0 veiði úr djúpkarfanum. Já, en það sem við erum svolítið að benda á með þessu er það að sko útgefnar heimildir eru langt fram yfir eru fram yfir aflan. Það eru gefnar út meiri heimildir heldur en afli dregin í land sem að þýðir þá að það er ekki allar heimildir full nýttar og það er einhver 10-15.000 tonn á ári. En aflinn sem að kemur í land og okkar hérna það sem við segjum það var náttúrulega bara fullnýta heimildirnar sko. Það eru útgerðir sem nýta ekki sínar veiðiheimildir og þeir gera það í mörgum tegundum. Já, og þá bara fullnýta þær en svo náttúrulega sko ef að landaður afli er 10.000 tonnum yfir ráðgjöf Hafró við fáum ekki neitt svigrúm í strandveiðikerfinu en þarna er greinilega 10.000 tonna sem er eitt strandveiðikerfi nota bene. Þarna er 10.000 tonna svigrúm sem að fyrir þá í stórútgerðina sko, í stóra kerfi og við erum að biðja að fá þetta sama svigrúm fyrir okkur sko. Þeir eru meir og minna að braska með þetta. Leigja þetta frá sér á 500 krónur kílóið. Blessaði vertu. Þannig að Ufsinn veiktist ekki í ár. Nei, hann náðist ekki. Nei, það er eina af samþykktum aðalfundarins að við eigum bara að fá að veiða hann.
Já, hann ætti ekki að þurfa, það ætti bara að taka hann út úr kvóta á meðan að þetta ástand Já, og en það gengur sko krókabátum og sem sagt handvarabátum, en gengur miklu betur að finna góðan ufsa heldur en togurunum sko. Já. Það bara svoleiðis. En þannig að þarna erum við búin að sína fram á það að það ákveðið svigrúm innan kerfisins sem að við teljum að eigi að fá að nýtast okkur líka sko. Það ekki hægt að gera þetta bara í stóra kerfinu. En svo það náttúrulega sko Svo mátti ekki gleyma því að útgerð má geyma á milli ára í dag 15% í hverri tegund. Já. Og það náttúrulega rosaleg skekkja að við skulum úthluta veiðiheimildum og gera ekki kröfu til þess að þau séu kannski nýtt að 95% og það væri svigrúm upp á 5% eitthvað þess áttar. Og þetta náttúrulega skila sér ekki alltaf aftur sko. Nei. Og það kannski næsta mál á dagskrá vegna þess að nú verið að tala um það einmitt að taka línu í vilnuna af og setja hana í strandveðar sem ykkur skítin 800 tonn. Þetta eru 2-3 dagar á strandveiði sko. Og við viljum alls ekki vera að taka sko þessar heimildir af allra minnstu og brothættustu útgjörðunum. Það finnst okkur ekki sko, strandveiðiflótin vill það ekkert sko. Nei. En það sem við erum búin að finna sko það að við getum fundið 12.000 tonn til að setja bara í byggða pottinn sko, og þá þarf ekki að skerða neitt, þá geta línu í vilun haldið sér, ekki skelbætur geta haldið sér. Hvernig reiknið þessi 12.000 tonn? Það skal ég segja þér. Það eru sem sagt í fyrsta lagi, þá eru búin að finna 3.000 tonn í því að sem sagt sko veiðiheimildir í þorski til byggðaaðgerða, ef við lítum sko fyrir 6 ár aftur í tíman og tökum meðaltalið, að þá hafa meðaltalið verið 3.000 tonnum, sko aflinn hefur verið 3.000 tonnum umfram útgefnar heimildir. Þannig að þarna eru komið 3.000 tonn. Ég sé enga ástæðu til þess að vera eitthvað að fetta fingur út í þetta árið endilega. Þetta hefur bara verið lenskan, þannig við hefum bara að gera ráð fyrir þessum 3.000 tonnum aukalega. Þannig að það í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá náttúrulega Hafrannsóknastofnun með 3.000 tonna rannsóknarkvóta. Þeir eru komin með þetta fína nýja skip. Þeir þurfa kannski ekkit allan þennan kvóta núna, þannig að við getum kannski fengið helminginn á honum, segjum 1.500 tonn. Stóra málið er náttúrulega Vaffes aflinn sko, vegna þess að það er aldrei verið að fullnýta hann. Og hann er náttúrulega 5% af heildinni og það er verið að nýta kannski eitthvað kringum 2-2,5% af honum. Og það eru sko, ef við lækkum þá Vaffes aflaprósentuna úr 5% í 2,5% og þetta var eina af samþykktum aðalfundarins, að þá miðað við 200.000 tonna kvóta. Þá er það 5.000 tonn. Þá er það 5.000 tonn. Akkurat. Og þá eru komið það og hvert voru það? Þá þarftu ekki að hreyfa neitt við skelfiskbótum, þá þarftu ekki að hreyfa við öðru. Nei, þá þarftu ekki að hreyfa við öðru. Línuívilun og svoleiðis. Já. Og svo var það nefnilega sko, þarna er komið 5.000 tonn og svo er það sko tilfærslegur á milli ára, það stendur út af einhver, ég man ekki hvað það var, 1200 tonn á árið eitthvað svoleiðis og við þetta bara að setja það þá í strandveiðarnar. Og eða í byggðapottin og þegar þú ert búin að reikna þetta allt saman þá er komin 12.000 tonn. Það dugar fyrir öllu. Það er 12.000 tonn pluss það sem þegar fyrir í pottinu. Það sem var 11.000 tonn í síðasta sumar. Og þarna ertu ekki að taka neitt af neinu. Þú tekur 1.500 tonn af hafró en ég meina þeir eru komnir með skipið sitt. Þannig að þarna teljum við vera komin bara lausn sem allir gætu fallist á. Allir eiga að geta sæst á sko. Það er ekki nema einhverjir illir andar sem að tala gegn þessu. Nei, og það er náttúrulega sko eitt af stóru vandamálunum í þessu er náttúrulega þessi kæra sem að kom fram þegar Bjarki Olsen gaf út
2000 tonn, setti 2000 tonn í pottinn. Að þá var einhver kvótakallinn sem að hafði samband við umboðsmann Alþingis og það er ekkert komið botn í það mál. En hann sagði sko að út frá jafnræðisreglunni og sko hugsaðir hvað þetta er óforskamarlið að bera fyrir sig jafnræðisregluna. Og hann segir það sko að fyrst að þau fengu þarna 2000 tonn að þá eðli máli samkvæmt að þá eigum við hin að fá 40.000 tonn. Þetta var svona hugsunarhátturinn sko. og þetta er stendur svolítið í og ég held að mig grunar að strandveiðivertíðin í sumar sem leið hafi svolítið strandað á þessu sko. En þarna sko, ég meina, þá er bara ekkert að bæta í pottinn, þá er bara að taka út stöðvunarheimildina og þá þarf ekkert að bæta í pottinn og þá geta þeir ekkert krafist þess að fá það sama. Nei. Og bara málið leyst þannig. Já, en það er náttúrulega kannski í mergum málsins það að það stokkið allt upp og opna fyrir eins og ykkur að bjóða í 30.000 tonn og borga helmingi hærra verð fyrir það heldur en að þeir eru að borga fyrir aðganga sínum veiðiheimildum. Já, og við teljum okkur bara... Og þið eruð að færa þetta inn í fiskvinnslur sem versla á fiskmörkuðunum og það er að koma hæstu verð inn í landið fyrir þennan fisk sem að þið munduð fá að veiða þessi 30.000 tonn og yrði kjarabót og bara fyrir ríkið. Hærri útsvarar og hærri hafnagjöld og allur pakkin. Eins og ég segi, þetta er byggða aðgerð sem að borga með sér sko. Það er ekkert alla byggða aðgerð sem gera það sko. Nei, það er ekkert verið að greiða neitt niður eða neitt svoleið. Nei. Það er bara að auka tekjur ríkissjóðs úr sjávarútvegi. Eins og þetta er í dag. Já, það er bara þannig sko. Þannig að þetta er bara stefnan er tekin á þetta að gera og samband sveitarfélaga, sjávarútvegs sveitarfélaga ættu náttúrulega að hoppa á svona tilboð og fylgja sér á bakvið Landssamband smábátaeigenda að gera þetta veruleika. Kannski maður ætti bara að berjast fyrir því og þið eigi náttúrulega að senda samtökum sveitafélaga, sjávarútvegs sveitafélaga þetta erindi og benda þeim á þetta og leyfa þeim að reikna hvað útsvarstekjur sveitafélagana myndu hækka við þetta, hvað hafnagjöldin myndu hækka og hvað tekjuskatturinn myndi hækka fyrir ríki líka. Það eru allir sem myndi njóta góðs að þessu. Já, þetta er allan, þetta er okkar tilboð. Já, þetta er bara frábært tilboð og þetta lofa góðu. Já, sko það var náttúrulega gert sambarlegt tilboð í fyrra sko. En því var ekki svarað. Því var ekki svarað. En nú þetta er svolítið stórt og krasandi tilboð sko og ég hefði haldið að ríkissjóður var nálega til í aðeins meiri tekjur sko. Að því að sko 4 milljarðar fyrir 30.000 tonn þá erum við að tala ansi mikið af peningum fyrir, sko ef allir væri til í að borga þetta sko, og þá erum við að tala sko veiðigjöld upp á 30 milljarðar sko, frekar heldur en 10-15. Já, þannig að þetta myndi hækka bara nánast helming. Já, en það kemur allt í ljós, við sjáum hvort þið ætla einhvern veginn að taka þessu sko, að maður lifir í vonunni með það sko. Við gera það náttúrulega ekki á þessu fiskveiðiári en þau gætu undirbúið sig undir næstu fiskveiðiáramót. Já, akkurat sko. Gert þetta að raunveruleika 1. september á næsta ári. Ef þeir hefðu þor, kjark og dug til þess. Já. Þetta snýst nú um það. Þetta snýst allt um það sko. Og ég held að þau hljóta að vera það. Ég meina við sáum það nú frá atvinnuvegaráðherra að hún var alveg til í að taka á stóru öflunum í sumar með veiðigjöldin sko. En lítaðu bara ekki kannski á það að þannig að það hafi verið sigurinn þeirra að hækka veiðigjöldin og það sé bara
komið nóg. Megi ekki sverfa meira stórútgerðin? Jú, ég bara veit það ekki, sko, ég held að þau eigi ekki inni hjá stórútgerðinu, sko, ég held að þau fatti það öll að stórútgerðin ekki, sko, það langt í frá að vera ykkur bakkjarl þessara ríkisstjórnarflokka sem eru þarna inni núna. Og það svolítið hressandi fyrir okkur smábátasjómenn að vera með ríkisstjórn, sko, sem að bara ansi stórun hluta styður okkur og alfarið ekki undir hælnum á stórútgerðinni, sko. Þeir valsa ekkert inn í sjávarútvegsráðuneytið og skrifa frumvörp eins og þeir hafa gert. Við höfum ekki haft svona stjórnvöld við völd síðustu 40 ár. Nei. Það nú bara þannig. Nei, já, það var náttúrulega, sko... Vinstri stjórnin sem var Samfylking og Vinstri grænir 2009 til 2013, en hún þorði ekkert. Jú, þau gáfu okkur strandveiðikerfið. Já, þau gerðu það. Og þetta segi ég oft við fólk, sko, þegar verið að tala um það hvað þetta sé allt ógulega erfitt allt saman. Einhvern veginn tókst þeim nú að setja þetta strandveiðikerfi á og það hefur nú ekki verið átakalaust. Það var náttúrulega í rauninni neitt til þess út af áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem sagði að kvótakerfið og það sem við gerðum við sjómennina frá Tálknafirði að dæma þá til hæðstu refsingar, fangelsi og að þá urðu þeir að koma með einhverja tillögur til breytinga og bentu á strandveiðikerfið sér til álausnar. En þeim tókst þetta og sko, ég ekki vissum að það hefði gengið alveg að vel ef einhver annar hefði verið, sko, í þeim stól en heldur en Jón Bjarnason til dæmis. Ég held að hann hafi djöflaði sig gegn með látum, sko, og hlustaði ekkit á, sko, hann sagði bara það er ég sem er ráðherra, sko, það er ég sem er kjörinn af þjóðinni til að taka þessa ákvarðanir, ekki... Sú ríkisstjórn, Jóhanna og Steingrímur lögðu blessun sína yfir þetta út af því að Steingrímur Jóð hafði sem sjávarútvegsráðherra í bráðabirgðastjórninni þangað var kosið frá því að fyrir ríkisstjórn var slítið og hann var kominn í minnihlutastjórn með Samfylkingu og Framsóknarflokkurinn veittu þeim svona hlutleysi eða studdi þannig að þau komu málum í gegnum þingið og gegn því að hafa kosningar vorið, þá gátu þau og komu þessu á laggirnar, þessu strandveiðikerfi sem svari við dómi eða ekki dómi, þetta var álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Já. Og svo kemur það náttúrulega upp úr dúrnum. En það sem verra var að stjórnvöld þá, Samfylking og Vinstri græn, borguðu aldrei bætur til sjómannana sem að þau hefðu sektað og og sett í fangelsi. Því mannréttindanefndin sagði í áliti sínu að þeir ættu að fá bætur fyrir þetta sem þeir voru beittir. Já, og svo einhverjum árum seinna þá var náttúrulega gerð smá úttekt á þessu og þá komst mannréttindanefndin að þeirri niðurstöðu að þetta færi, sko, einhverja leið í áttina en ekki til fullnustu. Nei. En það er nú sagan og ég benti nú bara á það til þess að sýna fram á það að það er alveg hægt að gera allan andskotana inn í þessum ráðuneytum ef maður er tilbúin til þess að vera bara svolítið harður í horn að taka, en ég held að, sko, það eru náttúrulega allskyns einhverjar kannski þingur frá fyrir ríkisstjórnum inn í þessu ráðuneytum og maður hefur það á tilfinningunni að ráðuneytin ekkit endilega alltaf að ráða ráðurnum, sko, eftir bestu vitund og ég ekkit að segja að það sé algilt eða neitt svoleiðis en stundum held ég að það komi kannski tillögur frá ráðuneytunum sem að gætu verið aðeins
útbúnar svolítið öðruvísi og okkur aðeins meira í vil sko, eins og til dæmis þetta með þessa reikniformúlu að reikniformúlan skuli vera 800 sinnum 774 sinnum 48, ég meina þetta bara vitleysa sko. Maður búinn að vera að taka eftir því núna síðustu 40 ár að því að ég var nú búinn að vera sjálfur skipstjóri í 6 ár áður en að kvótakerfið var sett á. Já. Þannig að maður hefur fylgst með þessu allar götur síðan. Já. Og ég byrjaði sem skipstjóri 22 ára gamall og þegar kvótakerfi kemur á 84 þá er maður búinn að vera skipstjóri í 6 ár. Og þá áttaði maður sig á því fljótlega. Maður reyndi að skilja menn sem vildu kvótakerfið, þeir trúðu því að geyma fiskinn, það gæti verið gott, það myndi hrygna og búa til betri nýliðun og svo bara þegar árin liðu þá áttaði maður sig á því að þetta var allt byggt á sandi. Þetta var aldrei að ganga eftir. Já. Og þess vegna hefur maður verið að halda fá í þætti í spjallum þess að þætti menn sem að hafa haldið þessu fram í 40 ár og bent á að þetta passar ekki og ekki að ganga upp. Já. Og bara sem betur fyrir eru til menn sem hafa verið bent á þetta í allan þennan tíma. En þeir hafa verið jafnvel útilokaði bara frá umræðinni. Já. Og þeir hafa verið lítið á þá í gegnum tíðina sem bara einhverja hálfvita. Kvótakerfið náttúrulega bara orðið trúarbrögð sko, og þetta náttúrulega veit ég bara úr félagsvísindunum sko, hvaðan þessi trúarbrögð koma. Það koma bara úr þessari hagsmunagæsluhópum. Já, það koma úr þessari hugmynd sko, harmleik almenningana að sko eina leiðin til þess að stuðla að einhverju sjálfbæri nýtingu auðlindar sé einkaeign og ríkisafskipti og þetta ein frægasta kenning hagfræðina sko og þeir hanga á þessu eins og hundar á roði alveg sama þótt að það hafi komið sko Nóbelsverðlauna hafi í hagfræði og sagt að þetta kjaftaði og fékk Nóbelsverðlaunin fyrir að sýna fram á það að þessi kenning rugl og það sem að hún sko sá hagfræðingur sýndi fram á að langsamlega skynsamasta leiðin það samvinna við þessi litlu staðbundnu samfélög sem eru að nýta þessa auðlind og það eru þessi sjávarpláss og það eru þá fyrst og fremst kannski smábátasjómenn í þessum sjávarútvegsplássum en það bara ekki til umræðu, það er ekkit samtal. Nei. En Kjartan, nú vil ég að þú segir okkur frá þínum uppruna og þinn ævi ákveðnu leyti. Hvar ertu fæddur og hvar ertu uppalinn? Hvar ég fæddur og hvar ég uppalinn og hvað ég að vilja upp á dekk? Já, hvernig hómskota viltu upp á dekk? Ég nú fæddur bara hérna í Reykjavík og ég á alltaf mjög erfitt með að svara þessar spurningu sko hvar ég uppalinn vegna þess að ég var svo mikið flökkudýr sko og ólst upp að vissu leyti. Já, fyrsta árið, sko, fyrsta veturinn sem ég var lifandi þá held ég hafi bara búið á Ísafirði. Svo bjó ég hérna á Freyjugötunni, svo bjó ég ólst upp að miklu leyti í Svíþjóð, í Garðabæ, í Laugadal, Jónsnesi á Breiðafirði, Þórsnesi. Já. Þannig að ég svona, ég veit ekki alveg hvort að ég geti sagt neitt hvaðan ég sko. Þú ert bara frá Íslandi. Já, allra landsortna kvikindi þannig að séð sko, en kannski það sem að hafði svona mest mótandi áhrif á mig allavega í það að ég sé hér í dag sem formaður Landssambands smábátaeigenda. Það var náttúrulega sko grásleppu verti hérna sem ég vann með afa. Já. Og afi var sem sagt Kjartan í Jónsnesi, grásleppukall og æðabóndi og þangað var ég alltaf sendur á sumrin sko til að vinna með honum og Jóhanni föðubróður mínum. Bara á grásleppuvertíð og þetta var alveg yndislegu tími sko hérna
Jónsnes fyrir þá sem ekki þekkja, sko, þetta alveg vestasti oddinn á Þórsnesinu, rétt vestan við Stykkishólm. Já. Og það engin vegur sem liggur þangað og í þessi ár sem ég var þarna þá var ekki rennandi vatn og ekki rafmagn og engin sími og ekki neitt. Þetta var bóndabær þarna? Það var bóndabær þarna sem var byggður sko 1900 ég man ekki 30 og eitthvað. Og bara úr fjörunni eða var einhver bryggjastúr? Nei, afi, alveg ótrúlegur. Hann kaupir þetta sem sagt hérna 1972 og byrjar þá á selveiðum hana. Þá hann gæti alveg Bridget Bardot hérna sem sagt stoppaði það og þá fór hann yfir í Gráslaupuna. En afi keypti þetta sem sagt 72, borgaði fyrir það ígildi tveggja vörubíla. Og og byggði síðan bryggju bara með eigin höndum og þessi bryggja þarna ennþá. Já. Og hún og flotbryggja algjört þrekvirki hjá honum vegna þess að hann var bara einn í þessu og reyndar held ég að hann hljótin að hafa fengið sko Jóhann föðurbróður minn og fleiri til þess að hjálpa sér eitthvað. En hann reisir þarna símastaura og ber síðan stóreflis grjótnullunga til þess að setja ofan í bryggjuna til að halda henni að það engin smá veðurofsi þarna í vestanáttinni sko á Breiðafirðinum sko. Var hefði nú haldið það fyrir opna hafi? Fyrir opna hafi, en hann var með smá svona, þetta í Jónsnesi, það var smá vogur sem varði sko steinabryggjuna fyrir mesta óveðrinu og svo bara byggði hann flótbryggju þar út á, bara sjálfur. Já. Og sem hann pakkaði síðan alltaf saman á veturna og dró upp í land. Já. En þarna var ég sem sagt, ég alltaf hafi ekki verið frá svona 1990 til 97, síðast árið mitt var 97. Og þá vorum við með 2 báta, það var sem sagt hérna ég og ég byrjaði með afa á lítilli skel. Já. Og Jóhann föðurbróður minn var með Böðvari frænda minnum á Færeying. Afturbyggðum Færeying og þeir voru svona, þeir tóku svona aðeins meiri trossur og fleiri trossur. Já, þeir dróðu aðeins meira heldur en við sko. Og svo þegar Böðvar hætti og ég var aðeins eldri að þá fór ég með Jóhanni og Artúr Geir yngri frendi minn tók við hjá afa. Já. Og svo þegar hérna hann var orðinn nógu gamall þá kom Jói litli bróðir minn og var með afa og meðan Artúr var með, þannig að það var sannkallað fjölskyldu fyrirtæki sko. Já. En þá var þetta náttúrulega sko, þetta var áður en að þurfti að koma með allan fiskin í land sko, þannig að við skárum bara, við gerðum bara út á sjó. Já. Og Gráslaupuna og fórum bara með hveljunni. Já, og hérna ég held að það séu örugglega einhverjir fílar hérna á Breiðafirðinum sem eru ennþá að skammast út í okkur fyrir að hafa hætt því, þannig að mikil matakista fyrir fílinn sem að hvarf þarna á einu bretti. En svo var þetta allt bara handsiktað og handsaltað og handpæklað inn í fjósi. Já. Og allt spúlað sko með sjóvatni. Þá var bara sko lítil bensíndæla niðri í fjöru. Já, niðri á bryggjunni sko sem að hérna dældi þessu upp og afi náttúrulega sko hann var hættur að tala sko sérfræðinga sunnan og farin að tala helvitis Brussel sko, helvitis Evrópusambandið vegna þess að þá fóru náttúrulega koma kröfur að það þyrfti nú kannski að þrífa svona matvælaiðnað með fersku vatni, meira og betur og svo fekk hann ofan á undanþágu og þurfti að byggja eitthvað klósett þar sem hann bara var með eitthvað ferðakammar sem að þannig að þetta var allt svona, hann var alveg orginal karakterinn afi og hérna. En svo ferðu í eitthvað nám? Já, af því að sko þannig 97 eftir síðustu vertíðina þá bara þarf ég að fara að finna mér eitthvað að gera í lífinu og ég meina 97 þá var engin opnun fyrir eitthvað trilluútgerð sko, það var ekkit spurning það. Þannig að ég bara að slæpast þarna í eitthvað 4 ár og að vinna í hinum og þessum byggingavinnum og holræsum og ég veit ekki hvað. Og hérna loðnuvinnslu og bara you name it. Og safnaði mér pening og fór hann einhverja 2 heimsreisur, eina Mið- og Suður-Ameríku og aðra Austur-Afríku og Miðausturlönd og fer síðan bara í háskólan og lærið þar fyrst mannfræði og Varstu þá búin með menntaskóla? Já, þá ég orðinn alveg 24 ára gamall sko. Já. Ég tók hérna 4 ár bara að safna með pening til að fara í þessar heimsreisur sko. Og klára sem sagt mannfræði BA
hérna heima, fer síðan til London í mastersnám og vann þar síðan við stefnumótun, sko eftir ég kláraði mastersnámið, vann þar við stefnumótun í alveg 6-7 ár, sko, áðurinn fyrir doktorsnámið. Og það er tími sem að kemur til að nýtast mér alveg rosalega vel núna vegna þess að þá lærði maður hvernig maður átt að skrifa einhver svona minnisblöð fyrir ráðherra, sko. Það þýðir ekkert að hafa það lengra heldur en eitt A4-blað, þá það aldrei lesið, sko. Og allskyns svoleið, sko, og líka bara hvernig maður kemur sínum málum á framfæri í fjölmiðlum og skrifa blaðagreinar og bara berjast fyrir einhver ákveðnu málumni. Klára síðan doktorinn og leið og ég er búinn að klára doktorsnámið að þá berast mér þær fréttir að það búið að opna leið inn í trilluútgerð á Íslandi sem var strandveiðikerfið, sko. Og ég tók nú reyndar, sko, 3 ár í Háskóla Íslands sem nýdoktor og var að kenna félagsfræði þar. En svona hægt og rólega kúplaði mig út úr því og tók þá gamla grásleppubátinn hans Afa og Jóhanns líka að þennan afturbyggða Færeying og það var nú hlegið svolítið að mér í Grundarfirði því ég mætti á honum með 3 DNG á hliðinni, sko. Þetta var kallað litli þvottaballinn en mér tókst að veiða 6 tonn 2020 og svo tók ég 20 tonn á honum, sko, árið eftir og gat þá keypt mér svona skel 80 sem að ég er með núna, sko, og það er það er bara algjör unaður sábátur, sko. Og þessi gamli grásleppubátur, hann var nú ekki alveg, hann hentaði ekki alveg í þetta en hann var nú ekki gengið mikið. Sko, það góða við þann bát er að ég þurfti aldrei að slá af því ég komin í höfnina. Ég gæti bara brunað bara alla leið upp að krana, sko. Þannig að það gekk ekki nema 5 mílur. Þetta var svona 25 hestafla búkvél, sko, sem maður getur snúið í gang með handafli, sko. En ég er alltaf miklu ánægðari með skilina og þessi bátur, sko, Bliki, þessi Færeyingur sem ég byrjaði á að hann Siggi P. vinnu minn í Grundarfirði fékk hann, keypti hann af mér og ég er mjög gladur fyrir þess að ég veit að hann áttur að gera hann alveg tipptopp. Við þykir svo vænt hennar bát, sko. Já. En þetta er svona þinn ferill. Þetta, í svona grófum dráttum, það er ýmislegt annað sem svo tekur að þér að vera formaður strandveiðisjómanna. Já. Það eru farið fyrir 3-4 ára síðan. Það er að koma 3 ár síðan. Ég byrjaði nú að vinna með þeim aðeins áður. Hver tók við að þér í strandveiðifélaginu? Sko, Birgir Haukdal var varaformaður og þá nú orðinn formaður. Já. Og ég er í ágætis sambandi við Er hann ekki út í Brasilíu? Jú, hann er út í Brasilíu. Já. Og þau verða svolítið, mér þykir rosalega vænt strandveiðifélagið. Það var þar sem að ég, sko, og ég held að það sé alveg bara ákveðin akkur í því að hafa félag sem að best bara fyrir strandveiðunum, sko, vegna þess að það er komin aðeins meiri pólitík í landsambandið, sko. Já. Aðeins fleiri boltar sem það er að halda á lofti. Já, það skannar stærri vettvang. Já, og stundum kannski hagsmunir sem að stangast á svona allavega tímabundin hér og þar, sko. Breiðara félag. Já, breiðara félag, en leið, sko. Þar ertu með strandveiða eða krókaveiðar á línu og handfæri og þú ert með litla netabáta og þú ert með grásleppubáta og þú ert með línubáta handbeitt sem þurfa á línuívilun og svo ertu með autolan báta, beitningavéla báta. Já, en það sem að við eigum náttúrulega allt sameiginlega er að við erum smábátasjómenn og eigum bara allir undir högg að sækja, sko. Þannig að ég held að það sé, sko, bæði akkur í því að vera með eitt strandveiðifélag sem að best bara fyrir þeim hagsmunum, en ég held að það sé alveg svakalega mikilvægt að vegna þess að það er náttúrulega eins og ég byrjaði á að segja sko, það er alltaf verið að ala á, það er alltaf verið að henda einhverjum handsprengjum inn í hópinu til að reyna splundruna, sko. Aðferðafræði ráðuneyta oft á tíðum er svo
til þess að myndist ekki samstaða og það það að eins og skipta landinu upp í 4 svæði, eins og hafa ágreining á milli grásleppukalla, hvort vilja kóta eða sóknadaga. Þetta aðferðafræði til að búa til andstæðinga. Já, og sko að því að sko sameinaðir eru við svo stór hættulegir. Já, en við erum svo öflugir og hættulegir þegar við erum sameinaðir. Þetta gert líka í stórútgerðinni. Þar hafa reyndar togaraútgerðirnar orðið ofan á, en lengi vel var togaraútgerð á stórum togurum. Þeir voru í svokölluðu botnvörpungafélagi. Já. Og þeir voru bara deild í LIU. Svo voru vertíðabátarnir. Botnvörpungarnir, stærstu togararnir, þeir voru sér deild. Já. Og svona bjuggu menn til. Þannig að menn voru að rífast. Vertíða sjómennir neta, þeir sem gerðu út á net og línu, þeir voru alltaf að rífast út í togaramennina. Já, og sko eflaust logar en allt þar í allskins deilum en við sjáum það til dæmis að seinasti formaður var nú ekki langsettinn sko, en þeir eru samt sko, þau eru bara með eina línu sem allir flikkja sér á bakvið sko. Já, ég menna þú veist, þetta náttúrulega búllís. Það kótin sem heldur þeim saman. Já, það náttúrulega málið. Auðlindin í kótanum. Já. Peningarnir sem að kótin tryggir þeim. Já, og við getum svolítið lært af þeim með þetta sko, að bara flikkja okkur á bakvið þegar auðvitað verða allir eitthvað ósámála sko. Og það hafa náttúrulega komið upp allskyns ágreiningsmál innan landsambandsins þar sem að menn eru ósáttir, en ef að við stöndum ekki saman að þá verður þetta lífsviðurværi tekið af okkur. Hægt og rólega. Já, eða bara með látum. Maður veit ekkert hvað sko, við erum alltaf með ríkisstjórn núna sem að sýnir þessu allavega skilning og samúð. Meiri skilning heldur en önnur stjórn. Heldur en oft áður, en sko, og ef ekki bara vona að hún sitji þarna næstu 12 árin. En það ekkert víst. Það ekkert víst og það ekkert víst að næsti ráðherra verði okkur neitt, sko, ég meina það geti einhver komið og bara ákvaða bara kippa úr sambandi bara alveg. Já. Það allt, þess vegna skiptir töluverðu máli að smábátasjómenn standi saman. Já, en það sem hann alltaf gerir þessa baráttu svolítið auðveldari, það það að við höfum öll rök okkar megin. Við þurfum ekki að gera eins og SFS að koma upp með einhverja skáldaðar staðreyndir og hræðsláróður. Við getum bara sagt hlutina eins og þeir eru. Ef þú lítur núna tilbaka 2-3 mánuði frá því þetta var í umræðunni veiðileyfagjöldin og strandveiðifrumvarpið í vor, hvað sögðu þeir og hvað rétt af því sem þeir sögðu? Já. Þessi varðhundar kótans, framsóknarmennirnir, sjálfstæðismennirnir og miðflokksmennirnir, var eitthvað af því rétt? Já. Geta þeir eitthvað staðið og sagt við sögðum þetta, við höfðu rétt fyrir okkur? Já, og svo náttúrulega þetta benda á það þegar þetta gerði seinast, þegar átti alltaf að fara til landskotans með hækkuð veiðigjöld, að það bara, þú veist, þá bara kom bara upp bara eitt mesta blómatímabil í sögu íslensk sjávarútvegs. Þetta náttúrulega, sko, það ekki hlægjandi að þessu. Og svo það sorglega, og ég nú að leggja drög að því að fá hérna mann sem þekkir vel til í sambandi við skattalega meðferð á auðlindunum okkar og tekjunum inn í samfélagið. Þetta ekkert hvenær það verður, en það styttist í það vandarlega. En við erum ekki að fá alla peningana heim sem við búum til.
og eru að lenda á einhverjum aflandseyjum eða einhver staðar stór hluti af þeim. Já, það voru ekki margir trillugallar í Panama-skjölunum, sko. Nei. En það voru nokkri kvótakongar. Já. En eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Já, allir þess ekki bara best að enda þetta bara á því að ég bara fullur tilhlökkunar að takast á við þetta verkefni. Ég veit að það stórt og það verður erfitt og mikið en ég til í þetta. Ég í baráttu hug og maður fann það alveg á sko aðalfundinum sem var alveg rosalega vel heppnaður nota bene. Maður fann það alveg sko hvað það mikilvægt að standa saman. Og maður fann það alveg sko hvað mikil einhugur í fólki að berjast fyrir okkar tilveru rétti áfram sko og að og berjast fyrir því að smábáta sjómennska verði bara eitthvað sem maður getur starfað við allan á sinn hring. Já. Og það það sem ég ætla að gera og eins og ég segi, það auðvelt að heyja þessa baráttu að því leytinu til að maður hefur öll rökin sín megin. Það miklu erfiðara að gera það ef maður að verja vondan málstað en við erum að verja góðan málstað hérna. Og ég ætla að reyna að gera þetta bara af eins miklum krafti og ég mögulega get. Og það náttúrulega bara að fara yfir það í tíma og ótíma hvað umhverfisþáttinn, verðmyndunina. Já, sko, við megum ekki gleyma því. Og svo megum við ekki gleyma heldur fiskvinnslum sem njóta góðs af afla smábáta sem breikar þeirra möguleika að geta keppt við stórútgerðir þó þeir sé að borga alltaf 40-50% hærra verð fyrir sitt tráefni inn í húsin. Já. Sem að trillukallar njóta góðsafs. Já, þannig að ég ætla í rauninni bara að þá fá enda á því að vitna bara í 1. grein laga stjórn fiskveiða. Það sem að stendur, hver eru 3 megin markmið fiskveiðistjórnunarkerfisins? Það byggðafesta og atvinna, það náttúruvernd og það hagkvæm nýting auðlindarinnar. Við skákum stórútgerðinni í öllum þessum 3 atriðum. Við eigum samkvæmt 1. grein laga stjórn fiskveiða að vera í forgangi. Það hef ég haldið og hef haldið í 40 ár. Ég þakka Pétri Fjellsteð útsendingarstjóra fyrir að senda út þennan þátt og svo hvet ég ykkur og kannski sérstaklega trillukalla í dag að styðja við bakið á samstöðunni og tryggja það að verði hér áfram hægt að fjalla sjávarútvegsmál og ekki síst kannski þeirra mál inn í framtíðina og á næstu árum. Ég þakka fyrir mig. Takk. Takk fyrir mig.